Hefur þú einhverja svona hugmyndir hjá sjálfum þér, sko, hvað eiginleikar eru æskilegir svona hjá Flugmönnum? Já, ég alveg með það á hreinu. Það þarf að hafa allavega svona meðalgreind. Það er betra. En hins vegar svona 1,80 í greindarvísitölu og svoleiðis, það er ekki máli vegna þess að slíkir einstaklingar yfirleitt eiga erfitt með að vinna með öðrum sem er algjört meginatriði að fólk geti. Common sense. Það er bara aðalmálið. Common sense. Og síðan húmor, það var að hafa smá húmor. Það er gjörsamlega óþolandi að fljúga með mönnum sem er húmorslausir alveg. Hvort sem maður er aðstofnumar eða flugstjóri, skiptir ekki máli. Og svo það er örlítið kæruleysi, bara voðalega lítið. Það er til að bjargast heill á geðsmönnum frá öllu reglugerðarfarganinu sem að margt af því varla hægt að uppfylla og þannig að menn svona geti leitið á þetta ég veit ekki hvað ég var að segja svona ekki of stressaði málum. En einhverju svona ókostir svona sem eiga alls ekki heima í starfinu? Já. Það eru þeir sem ekki geta unnið með öðrum. Það er eitt sem ég gleymdi, það er sjálfsagi. Hann er dálítið mikið atriði og af því að bara manneskjan er þannig og hún hefur alltaf tendens til að svona slappast eða þegar þetta verður rútína þá fari hlutirnir að vera svona losaralegri og slíkt og það má ekki í þessu starfi. Þannig að það er nú svolítið eftirfylgni því þegar að segja öll þjálfun og slíkt. Það er líka undir viðkomandi flugmanni komið og þeir sem að til dæmis hafa lítið sjálfsaga, þeir hafa ekkert í þetta starfa að gera, ekki neitt. Ég myndi að segja að það væri nú aðalatriðið. Líka annað, allir gera mistök, meira þess að flugmenn. Yfirleitt ekki stór mistök, lítil, einstökum menn, þeir geta ekki lært það. Þeir halda bara áfram að gera svona mistökin. Og það er mjög vont dæmi líka, það er mjög slæmt.